En þá ætlum við að fara í leik 2 hjá Haugum og IBVF þar sem að Haukar voru yfir 5 mörkum þegar 13 mínútur voru eftir og virtust alltaf bara að ná fórustu 2-0 í þessu einvígi. Hvað gerir svo, Rakel? Já, þær fara bara að klúðra og glutra niður þessu forskoti. Það er með 5 marka forskot hérna. Við sjáum Rakel Oddný stíga hérna á línu. Það er bara að missa boltan hérna frá sér. IBVF nær að skora í tómt marki og á bara örskömmum tíma er IBVF búinn á 4-0 kafla. Hérna klaufalegar 2 mínútur. Þú veist, þetta er bara svona reynsluleysi og bara geta verið rosalega dýrt að taka einhverja svona 2 mínútna broti sem búin að missa. Hleyptinu bara inn, ekki taka þessa hrindingu og koma liðinu inn í vesen. Og þær eru þá þarna í yfirtölu IBVF-stelpurnar og einhvern veginn þarna einhver misskilningur bara tapa boltanum. Og allt í einu er IBVF sem var bara, það var ekkert líklegar, þær voru ekkert líklegar einhvern veginn að vinna sinni í leikinn. En þá bara allt í einu komið 25-24 staðan og það er bara mómentu komið til þeirra og það er svolítið farnar að trúa á að ná þessum leik. Einmitt. Já, það er skora 2 mörk á síðustu 15 mínútum Haukastelpurnar. Það er náttúrulega IBVF breytir þarna þessum vörn þegar með Sandra fær svona frjálsara hlutverk og tekur aðeins út svona bitið úr sókn Hauka, eins og við tölum í fyrirleiknum. Það var Embla frábær og er svona drifkrafturinn og startið svolítið í Haukasókninni. Við fannst IBVF líka bara að gera það vel, tóku svolítið bitið úr Haukasókninni og það hefur svona svolítið að líta hvor og aðra og bíða eftir eitthvað gerist á meðan þá var þetta bara svona hinum megin. Birna Berg náttúrulega með stór leik og hérna komin nánar að því síðar aftur, Rakel, en síðan þessi 2 síðustu mörk IBVF. Það er nefnilega mjög skemmtilegt, veistu það. Þetta er í annað sinn í vetur sem að Kristrún, hún á 2 skot í leiknum. Það er þetta, jöfnunarmark, gerir þetta gríðarlega vel, fer hérna inn og... Hún er í þessu með þess að... Hún er í þessu, en hann dettur inn. Og svo í lokasókninni, bara klókindi hjá henni. Hún sér þarna, Sonja Lind er komin út, Embla gleymir sér aðeins, Kristrún spottar það og leysir þarna móti og skorar. Og þetta gerist nákvæmlega sama fyrr í vetur þegar þeir spila móti Fram og eru marki undir. Hún á 2 skot, 2 mörk og það eru síðustu 2 mörk leiksins. Hún er með stál. Það eru stáltaugar í þessari stelpu. Þetta er algjör martröð fyrir Emblu og hinn varnarmann sem við hliðina sá ekki nákvæmlega hver stóð þarna. Það eru 10 sekúndur eftir leiknum. Þetta er akkúrat tíminn sem þú mátt ekki gleyma. Akkurat. Og hafandi spilað nokkur sem hann niður í horni vörð, þá er þetta alversta sem hún gerir. Það er að horfa á það sem er að gerast út á velli og meðan hleypur sóknarmaðurinn og tryggir sigurinn. Þetta er hryllingur. Og svo var líka annað í þessu að sko Amelia Froland, svo norska, hún var ekki búin að eiga góðan leik, en hún er síðan með 3 lykilvörslur í þessum kafla sem að ná upp og komast yfir. Það er hérna, Haukarnir skora einmitt ekki mark síðustu 5 mínúturnar. Fyrst er Sonja hérna með dauðafæri og sko Amelia var ekki búin að vera frábær. Hún með 6 bolta varða fram að þessum tímapunkti og tekur svo hérna Einhver 4 skoti. Já, 4 hérna alveg lokin, 3 svona dauðafæri og svo 1 þarna síðasta skoti langt yfir völlinn. En þetta eru vörslur sem að telja alveg bara svakalega. Þetta er bara dauðafæri. Þetta eru dauðafæri og hún alveg étur þessa bolta og bara sem verður til þess. Bara við vorum að hrósa Danna hérna áðan. Þetta er eiginlega bara svipað moment. Hún alveg nær IBVF þarna bara alveg á lagið og sjá bara lætin og stemminguna líka við öll þessi litlu atriði í IBVF-liðinu. Það var, talandi eitthvað augnablik sem sveiflast til og frá, þá var þetta IBVF megin í þetta skiptið. Sko, Birna Berg Haraldsdóttir er náttúrulega ótrúlega skytta og hún á 16 mörk í þessum leik sem var náttúrulega með ólíkindum Rakel og ég er nú aðeins hræddur að önnur stórskytta, móðurinnar, Margrét Theódórsdóttir hafi verið ansi stolt af sinni konu. Já, ég held að það sé ekki. Sinni stelpu. Það er að mæðgurnar eru örugglega að spjalla aðeins eftir leikinn í Eyjum vegna þess að Birna fann sig ekkert sérstaklega þar í fyrsta leiknum. Hún mætti heldur betur í þennan leik og það sem að gerist líka í þessum leik er að IBVF bætir auka sóknarmanni inn og Haukarnir farið 7-6. Haukarnir hafi verið að taka söndurinn aðeins út og gera það líka í leiknum út í Eyjum og þá fann maður svolítið að rytminn datt út og það var erfiðara fyrir Birnu einhvern veginn að koma í skotin sín og
en leið að setja inn 7 og 6 og auka leikmann, að þá fann maður svona, þú veist, flæðið var betra tímasetningarnar og hún nýtti það heldur betur. Ég meina 16 mörk, það eitthvað sem maður sér, já, bara ekki oft, já, það eitthvað sem við sjáum ekki oft og ekkert úr víti, sko. Ekkert úr víti, nokkra tilraunir, en þú veist, þetta gerist bara alltaf á æfingu. 16 mörk. Þetta rosalegt Sjösköpið færi. og IBVF, sko, staðan fyrir að lenda 2-0 undir, að þannig að það er að jafna þetta einvígi með þessum hætti. Hvað gerist núna, sko? Já, það var bara ótrúlega sterkt, líka bara fyrir þær andlega. Að hafa náð þessu líka að vera að ströggla í þessum leik og vera einhvern veginn bara, þú veist, þær voru 5 mörkum undir bara, meira og minna allan leikinni eða svona og bara Haukarnir algjörlega með yfirhöndina en þetta að ná þessu og ná að snúa þessu í sigur og einhvern veginn komnar þá aftur með heimavallaréttin eða þú veist að forskoti að þetta var rosalega sterkt og mikilvægt fyrir þær andlega. Þú vildir skoða 2 skrítna dóma, Rakel? Já, þetta er moment í seinni sem Rakel kemur og bara Haukarnir fagna og halda að það sé bara löglegt mark og hún bara hleypur tilbaka eins og allt liðið. Hann einhvern veginn flautar sko fyrst fríkast. Sjáum þetta kannski hún kemur, fer bara í árásina. Hún er alveg lent, sko. Já, hann flautar fyrst fríkast og svo breytir hann dómnum í línu og bara IBVF fær boltann. Það eins og hann fái, þetta alltaf mark á allavega ekki að standa. Ég held að við séum sammála það. Hún eiginlega liggur inn í vítateig þegar hún kastar boltanum og kannski, bara svona sem að tækja upp hanska dómarann hana, eins og hann sjá að það sé eitthvað snerting, fari gerðinlega kannski einhverja nótu það frá ytri dómaranum að það sé ekki snerting og Rakel heldur hún renni bara hana. Á endanum var þetta þá ekki bara rétt? Já, sérstaklega maður sér þetta seinna sjónarhorn. Það var svona, þú veist, það ekki mikil snerting. Ég held að fríkastdómurinn hefði nú svo sem enginn hefði kvartað yfir því, en þetta var svona bara furðulegt að sjá. Sumir héldu þetta væri mark og hann dæmir fríkast og svo breyta hann í línu. Þetta erfitt starf. Eitt í viðbót sem vildum kíkja á líka, Rakel. Já, og þetta getur nú verið mikilvægt. Jóhanna fer bara í árás og ég velti því fyrir mér. Er ekki bara aðeins og fljótir að dæma? Aðeins og fljótir, sko. Hún tekur niðurstunguna þarna. Hún ekki komin í skref. Ekki skref, ekki lent. Þarna mjög skrítið að dæma fríkast en ekki mark. Þarna hefði það komist yfir aftur, sko. Já. Það raun og veru ekkert að þessu marki. Nei, og sérstaklega núna þegar við sjáum þetta á þessu sjónarhorni, það hann bara aðeins og fljótur á sér að dæma þarna og þetta stórt moment. Það kemur engin bending eða skýring frá dómaranum, allavega ekki á þessum myndum. Ég hef kannski hafa Haukarnir fengið eitthvað skýringu, þetta dýrt. Þetta dýrt og aðeins og fljótur á sér þarna.